Karlmenn á Íslandi kaupa yfirleitt ekki tímarit. Það bara konur sem gera það. Kvenfólk það fólk sem virðist kaupa mest af tímaritum. Við erum með 9 tímarit og kannski erum við með á mörg, ég veit það ekki. Það virðist vera kvenmenn 35 ára og eldri sem kaupa tímarit. Og vísar við með Júlíu sem inn á stelpur, en það náttúrulega mömmurnar sem kaupa fyrir dæturnar sína, yfirleitt. Ok, gefum okkur að þið hafið einhver hugmynd tímarit, við ákveðum ekki að þetta er tímarit. Við erum með ákveðna hillu á markaðnum sem við ætlum að hitta. Segjum við skulum taka bara að þið erum með það hérna, séð og heyrt. Það er búið að vera lengi til. Og þetta er vikutímarit og það er þannig unnið að við söfnum. Þeir byrja bara í dag, á föstudegi, þá byrja þeir að skrifa niður það sem hafa heyrt, þeir safna erlendu efni, senda ljósmyndara út á örkina og allt saman, þetta er svona föstudagur. Á þriðjudaginn, klukkan 4, þá eru þeir búin að skila blaðinu inn í umbrot. Þeir skila blaðinu inn í á A4, bara venjulegu í Word-skjal, bara svartur text og hvítu blaði, fer inn í prófverk. Prófverkin les og leiðréttir og síðan fer það efni ásamt myndum. Myndir eru teknar sem sagt eins og hægt eru teknar hérna bara helgar yfirleitt þegar síðan hægt síðan hægt að ræða. Þá taka ég myndir helgar, fara á opnanir, forsýningar og ammæli og slíkt. Myndirnar dælast inn á mánudegi og síðan myndunum deilt á viðkomandi grein. Þetta fer saman inn í umbrot og umbrotið með ákveðin svona tilbúið mót fyrir hvert tímarit sem alltaf búið að búa til gegnum tíðina. Og síðan ritstjórinn klukkan 2 á þriðjudegi, aftíð þá skilar frá 4, þá kemur ritstjóri séð og heyrt með forsíðuna. Hvað á að vera á forsíðuna? Það ekki fyrir en þá. Við lesum yfir síðurnar eins og þær eru tilbúnar. Svo segjum við bara OK. Og þá fer blaðið í PDF-formi niður í 8 og prentað. Þannig að á klukkan 4 á þriðjudegi fer blaðið niður í 8. Að hádegi á miðvikudegi erum við búin að fá blaðið í hendurnar daginn eftir. Og við dreifum því síðan á 5. Það hefur komið fyrir að prentvél hefur bilað sem hefur orðið til þess að við fengum blaðið í hendurnar klukkan 4 á miðvikudegi. Sem er í síðasta lagi fyrir okkur, því að við þurfum að ná póstunum, dreifingunni, 4 á miðvikudegi til þess að ná, þið skiljið, til að dreifa út all land og þannig blaðið sem komið í hendurnar á lesendunum, áskrifandunum, þar að segja, á 5. þegar hann vaknar. Þannig yfirleitt á flestum stöðum. Þetta er svona gangurinn á vikutímarit.